Framlög SOS fjölskylduvina hjálpa okkur að fjármagna fjölskyldueflingu í Eþíópíu og Filippseyjum. 3400 börn og sárafátækir foreldrar þeirra fá sérsniðna aðstoð til þess að draga úr líkunum á að fjölskyldunar sundrist vegna fátæktar. Fjölskyldueflingin í Eþíópíu sem SOS barnaþorpin á Íslandi fjármagnar nær til 2 smábæja á svokölluðu Túlu-Mói-svæði sem í tæplega 3 klukkustunda akstursfjarlægð suður af höfuðborginni Addis Ababa. Teromói strjálbyggt þorp 30 kilometrum út frá þjóðveginum en við þjóðveginn stendur Íteja sem þéttbýlla. Sísæ 30 einstæð húsmóðir í bænum Íteja. Þar halda SOS barnaþorpin á Íslandi úti öðru af 2 fjölskyldueflingarverkefnum sínum. Sísæ á 3 börn og 1 barnabarn sem búa öll hjá henni. Hún yfirgaf drykkfelldan og ofbeldishneigðan eiginmann sinn og lenti fljótt í fjárhagsvandræðum. Henni tókst aðeins að afla lítilla tekna með því að baka og selja indjera súrdegsflatkökur en það megin uppistaðan í eþíópískri matargerð. Frá því að Sísæ gekk inn í fjölskyldueflinguna hefur hún fengið nauðsynlegan stuðning til að létta líf fjölskyldu sinnar. በሱ ብር ሸምቼ በሱ ብር ጋግሬ አስረክቤ ተርፋለሁ። በሱ ነው ልጆቼን እያስተዳደርኩ ሲታመሙ አሳክሜ የሚለብሱት ስላሌላቸው አልብሻቸው ለራሴም ደብሼ ህይወቴን በቃ በሱ ነው ያቆየሁት ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው ብዬ ከምስጋና ጋር ነው እኔ እንትን እምለው። አንዱ እንጀራ 5 ብር ነው የሚሸጠው። በቀን 100 እንጀራ ነው ማስረክበው። ያው እንግዲህ በዛ ዙሪያው ምን ያህል እንደሚገኝ ገምቼ ያለየሁትም እንጂ በቀን 100 እንጀራ ነው ማስረክበው። Þetta hjálpar Sísæ að greiða niður lánið og gefa fjölskylduna að borða en hún nær þó ekki alltaf endum saman. Í slíkum tilfellum hefur hún aðgang að samfélagssjóði sem nokkurs konar öryggisnet fyrir sárafátækar barnafjölskyldur í bænum. Fjölskyldueflingin kom að segja má á hárréttum tíma fyrir Sísæ sem hafði mátt þola miklar raunir. ያው ልጆቼንም ስለማይረዳኝ ስለማረርቶኝ ልጆቼንም ስለማለብሳቸው ስለማበላቸው ነው በቃ እኔ ብቻዬን መኖር ይሻለኛል ብዬ ገጠር ስለሆነ ወጣሁ። ምንም አረግልኝም መጠጥ ነው የሚጠጣው። ስለዚህ ያው ብዬ እኔ ወጣሁኝ ወደ ከተማ ገባሁ ልጆቼን ይዤ በዛ መልክ ነው የተለያየነው። ስለዚህ በቃ እኔ ተለይቼ መኖር ይሻለኛል ሰው ቢጋግሬ ያው ልጆቹንም ደግሞ ተለይቼ መኖር ስለማልችል ነው ወስጃቸው ወጣሁት። ምንም ማረግላቸውማ ያው ረስቷቸው አንድ ነገር ቢያረግላቸው ከኔ ለይቶ ምንም ነገር የሚያረግላቸው ቢሆን ትቼቸው ግማሻቸውን እንኳን ትቼ ወጣለሁ። ግን ምንም ስለማያደርግ ይዣቸው ወጣው። እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፈጣሪም ደግሞ ረዳኝ። እኔ ማመሰግናለሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ኑሩልኝ። እኔ በዚህ ዙሪያ እኔ ከናንተ ጋር ተቀላቅዬ ስለተሳተፍኩ በጣም ተቀይሬያለሁ። በጣም የተቀየርኩት በጣም ነው ማመሰግነው ነው።